Ég býð ykkur velkomin, gaman að sjá okkur öll. Og það er þessi fyrsta spurning sem við erum að velta fyrir hvers vegna erum við hérna. Og við höfum áhuga á því að stofna svona samtök sem hefur það markmiði að framleiða efni til þess að byggja hús úr. Og þessi fundur í raun og veru hann snýst það að ákveða hvað þurfum við að gera til þess að ná þeim árangri að saga við flokkan og hann getur við notað í byggingar. Og þetta magna timbri sem við erum að saga í dag er ekki mikið. Það er bara raun og veru þegar við erum að miða við svona aðra vinslum annar stað, þá er þetta bara myndi ég nota orðið sáralítið og við getum lega sagt það, það eru 70 ár síðan við byrjum raunverulega á skógrækt hér á landi. Það er að segja þennan skóg sem við erum að nota núna í vinnslu á timbri. Og síðan er það þessi spurning er það með þessa skógrækt í dag, hvers vegna erum við að rækta skóm? Og það náttúrulega hefur verið ansi sterk sjónarmið að vera með skógrækt í þessa kolefnasölu og hefur svona ruglað dálítið menn í rýminu. En eitt sem við öll þekkjum sem erum með í skógræktinni og skógarvinnslu og annað, þá vitum við það að það er alveg sama hvaða skóg við erum að rækta, það verða til bolir sem við þurfum að nota, sem koma út úr skóginum. Og það er nokkuð sem er staðreynd. Nú, og hvað er vandamálið? Eitt af þessu vandamáli sem við erum að eltast við, og það er þetta með CE-merkingu á timbri. Við erum með þessar byggingareglugerðir, það er þessi Evrópustaðlar, og við Íslendingar við erum heilagri heldur en páfinn í þessum málum. Í raun og veru gerist þetta með CE-merkinguna er það að þegar við erum hérna að byrja 1986 að flokka timbur hér á landi, að þá var bara ákveðið að stjórnvöldum hér á landi að við myndum fara í það að flokka timbur og það var ákveðið að það var notaður ákveðin staðall og það var danski staðallinn 413. Hann yrði notaður og síðan var bara farið á stað með námskeið og við fengum Dana til að koma hingað og halda námskeið og það voru fyrirtæki sem fóru í þetta námskeið og það var Timberverslun Völundur, Árni Jónsson og ég veit ekki hvað þið þekkið þessi fyrirtæki og svo Sambandið var líka og Húsasmiðjan var til þess að gera ný í þessum bransa þegar þetta er. Og þetta gekk alltaf fínt, það var til timbur og sem var flokkað og þetta er alltaf timbur sem kom frá Rússlandi á þessum tíma. Það var rússneskt timbur en það voru líka timbur sem kom frá Kanada og það er líka timbur sem, það var mest frá Rússlandi og frá Kanada. En síðan byrjaði að koma inn timbur frá Eystrasaltslöndunum og það var raun og veru þar sem kveikti í mönnum og sagði það við verðum að gera eitthvað í þessum málum, verðum að flokka þetta timbur og þess vegna var farið að stað með þetta. Og þetta gekk mjög ljómandi vel allt saman og þessa byggingu þekkið þið eflaust öll. Þetta er á Skálholti, Skálholtskirkja, timburbygging sem var byggð þar og ég oft spurt sjálfa mig að því allan þennan burðavið sem þurfti þetta ekki var neitt sem var að flokka það timbur eða annað og oft er líka verið að velta fyrir mig hvernig þeir fluttu þetta timbur til landsins. Það er meiri átt að mál en svo brann þessi kirkja en svo laði sig. Nú, hérna er texti sem ég ætla svona sjálfur sér ekki að fara svo mikið onni. Þetta er svona upp á það sem ég var að tala áðan. Það er raun og veru það sem verður kveikjan af því að við byrjum að fara af stað á fullu í þetta. Það er þegar við erum að byrja að kaupa timbur frá timburvinnslum í Íslandi og Lettlandi. Það er raun og veru kveikjan í þessu. Svo við höldum áfram með þetta, þá gerist það að Húsasmiðjan og Bíkó, þeir eru að
selja timbur frá þessum löndum og þegar þetta timbur kemur hingað og einnig þetta timbur fer til hinna Norðurlandana að þá segja bara menn þetta er ónýtt timbur, það er ekki hægt að nota þetta. Þetta var ekki hægt að nota þetta sem burðarvið og þess vegna er það að við vorum sendir þarna til Íslands og Lettlands og Litháen og til þess að kenna þeim hvernig ætti að saga timbur og hvernig ætti að flokka timbur. Ég var þarna meira og minna í 10 ár í þessum og í sjálfu sér var þetta ekkert vandamál. Þeir byrjuðu með staðalinn DS 413 saman við vorum með síðan 1997. Það kemur nýr staðall sem hér er Insta 142 og þessi staðall hann verður til út af því að Norðurlöndin voru sammála það að þetta bara gengi ekki að þau væri öll með mismunandi staðla fyrir flokkun á timbri. Þannig að þeir ákváðu að fara á stað með það að semja einn staðal sem myndi gilda fyrir öll Norðurlöndin. Og þetta er staðallinn og þá var þessum staðli skipt út hér á landi og einnig var hann notaður í Eystrasaltslöndunum. Nú síðan gerist það að 2009 þá er þessi staðall Insta 142, hann er uppfærður. Ástæðan fyrir að uppfærður er það að það er komin Evrópustaðall sem er þetta er vitlaust skrifað, hann er EN 14080, það vantar einn þarna fyrir framan. Og þessi staðall, Evrópustaðall 14081, hann er fyrst og fremst verður til út af því að þeir vildu fá samræmingu á öllum burðarvið sem yrði framleiddur í Evrópu. Hann er byggður á því sko. Og inn í þessum staðli, hann er skiptur upp í eina 4 staðla, það er hvernig átt að halda utan vélarnar sem flokka timbrið eða þá þú hafði líka möguleika á því að nota þennan staðal til þess að flokka það með sjónflokkun en menn voru sammála það að það er mjög óþægilegur og lélegur staðal til þess. En þetta er fyrir stóru fyrirtækin sem stóð á bakvið það að þessi staðall er til og þeir höfðu líka áhrif á það að staðinn Insta 142 fengi þessa stöðu í kerfinu sem gerði það verkum að við þurftum að fara að huga því með CE-merkingu á timbri. Og CE-merkingin á timbri var fyrst og fremst hugsuð það að þegar við erum að framleiða timbur fyrir burðarvirki og erum að flytja það á milli landa. Það er raun og veru megin markmiðið með þessu, með þessi CE-merkingu. Og það má segja það sko eins og til dæmis Bík og húsasmiðjan fá réttindi til CE-merkingar á burðarvið sem er vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Það var þannig, nefnilega gerist það í millitíðinni sem kemur ekki fram í þessu, er það að húsasmiðjan og Bíka, þeir voru að flytja inn timbur og það var allt saman timbur sem var CE-merkt. En þessi fyrirtæki á þessu tíma, sem þetta er að gerast, að þau voru ekki að framleiða burðarvið sem náðu upp í 6 metra. Og þess vegna var það að Bík og húsasmiðjan fóru að flytja inn efni sem þeir þurftu að flokka sjálfir í burðarvið. Þess vegna komu þeir aftur inn til Nýsköpunarmiðstöðvar, eru að ganga í námskeið aftur og læra hvernig þetta flokka og fengu að votta timbur. Síðan gerist það 2018 að Nýsköpunarmiðstöð Íslands missir réttindin með faggildinguna. Sem verður bara til þess að við, þessi reblar hérna þess að ég höfum ekki lengur leyfi að flokka timbur. Nota bene. Nú, síðan er það að ég og Hlynur, við vorum ekkert orðnir kátir með þetta allt saman og ákváðum að fara á stað með þetta verkefni, CE-merking á timbri. Í sjálfu sér er það þannig að hér á landi er mikil þekking í sambandi við flokkun á timbri, eða þannig hefur það verið. En og mikil reynsla sem hefur myndast hér. En síðan þegar við förum á stað með þetta verkefni við Hlynur, þá komumst við að því erum búin að eyða í þetta meira en ár, að það er ekki nokkur einasta leið fyrir okkur að koma upp hér CE-merking á timbri. Þannig að með íslenskri faggildingu það var ekki nokkur leið og eina leiðin til þess að þetta geti gerst, það væri það að fá Norðmenn til að koma hingað til landsins og gera úttekt í fyrirtækjunum.
En náttúrulega leið og við fórum að skoða það hvað það myndi kosta. Það náttúrulega megin málið í þessu öllu saman. Hvað það þyrfti að borga fyrir slíkt og þessi fyrirtæki eins og Þjórsárdal eða Heiðmörkin og annað, að hvort þeir væri tilbúnir að leggja í 600.000 á ári. Í úttektir og annað slíkt ekki alveg vissum að menn myndu sætta sig við. Þannig að, en ef við horfum á svo megin þættina í þessu verkefni, það skiptist upp í þessa 8 þætti og við erum búnir að klára þessa 6 liði þarna, námskeið í burðarflokkun, og hér eru menn sem hafa farið í þetta námskeið og hafa lokið því. En síðan aftur samræmi yfirlýsing og vottunin framleiðslustýringu í verksmiðjunum. Það var ekki nokkuð leið að við kæmum því í gegn. Við reyndum mikið að ná í faggildingar og annað til þess að ná þeim árangri. Það gekk ekki. Þannig að það endaði með því að við fórum að skoða aðra möguleika. Og þetta kemur bara fram að það fyrsta námskeiði í flokkun og timbrið, því lauk 14. mars 2025. Þau fyrirtæki sem við erum að tala eru væntanlega geta farið af stað með sögun á timbri í burðarvirki. Það eru þarna þessi fyrirtæki og það frá Skógræktarfélagi Íslands og það erum við að tala Heiðmörkina og það hérna Skógræktarfélagi Eyfirðinga, Kjarnaskógur og síðan Snæfoksstaðir. Svo Land og skógur, það Hallormsstaðaskógur, Vaglaskógur og Þjórsárdalur og síðan það sjálfstætt starfandi fyrirtæki, það eru Tandrabretti og Skógarafurðir. Nota bene, við erum búin að vera með samskonar fund á Austurlandi þar sem Tandrabretti tók þátt í þessu og Hallormsstaðaskógur og Skógarafurðir. Það gekk mjög vel og menn eru mjög jákvæðir og eru ákveðnir að fara af stað inn í þetta og byggingafulltrúar þarna á Austurlandi og annað, þeir sem tóku þátt í þessu fundi, þeir voru mjög jákvæðir og eru jákvæðir til að taka þátt í þessu. Nú, og þar sem við ákveðum að taka vendingu í málunum, ég og Hlynur. Og raun og veru vorum við búin að ræða þetta fram og tilbaka. Og einhverjum á sýrilagi, þegar við vorum hérna í Danmörku, að vinna í verkefnum, trépróksverkefninum, að þá komum við á eitt stað þar sem svona lítill framleiðandi og hann gekk undir nafnin fljúgandi Flying Carpenter, nafnið á hann. Og við tókum eftir því að hann var að framleiða burðarvið og hann var ekki með nein merki á þessu, ekki nein CE-merki á þessu neitt. Og við tókum að tala, ég og Hlynur, og fórum onni þetta með honum. Og þá kemur það bara í ljós að meðan hann að framleiða við sem fer í byggingar þetta eins og hann orðaði á hans heimasvæði. Og síðan spurði ég nú, og hvar skilgreinirðu mörkin heimasvæði? Og hann svaraði því engu. Og ég spurði hann líka það hvort hann hefði talað við Teknológískt institút sem heldur utan þessa þætti og hann sagði já, þetta allt í lagi, við gerum þetta svona. Þeir sagt það. Svo lengi sem þeir eru með það skráð hvaðan timbrið eða bóliðin koma sem þeir eru að vinna úr og þeir eru með skráningu yfir þá vöru sem þeir saga úr bólunum og hvert fara, að þá þetta í lagi. Og þeir eru sem sagt ábyrgir fyrir þessu, þeir eru með mannskap sem hefur þekkingu á því hvernig á að flokka timbur og það eru óhæðir aðilar sem koma þarna og gera úttekt í fyrirtækinu hvort að þeir uppfylli þær kröfur sem eru gerðar eftir staðlinum innstæð 142. Þetta var svona upphafið að þessu að við fórum að huglega frekar þetta hvað við getum gert og hvort við ættum ekki að setja okkur í samband við hin Norðurlöndin og þá ég segi hin Norðurlöndin og þá á ég við Svíþjóð, Finnland og Noregur sem og við gerum. Þá komumst við að því að þessi samtök, þau eru öll að framleiða timbur fyrir burðarvirki og að nota staðalinn innstæð 142 frá 2009 í sitt. Og þeir hafa lagt mjög ákveðin grunn hver í sínu landi að því hvernig þeir standa að þessu.
Og neðst hérna, það íslenskar sögunarmyllur eða smásægir eða íslenski timburvinnslur eða þá að við notum orðið timburmenn, fyrrverandi skógræktarstjóri, Þröstur Eysturs, hann kom með þetta nafn þarna, timburmenn. Það væri gott nafn á þetta félag. En það vantar ennþá nafnið á félagi, sko. Þið getið farið inn á þessar heimasíður sem þarna eru. Þetta getið þið fundið inn á síðunni hjá mér, timbur.is, þar undir flokkun. Þar er þessi fyrirlestur sem ég með núna og einnig eru þarna þessar síður. Og þar kemur fram hvað þeir að gera. Og það er ansi mikið sem þeir leggja áherslu á. Til dæmis eru mikið námskeið hjá þeim. Og þeir eru stöðugt að endurmennta menn í sambandi við flokkun á timbri, styrkflokkun á timbri og vinnslu á bólum og svo framvegis. Þannig að endilega farið þarna inn og skoðið þetta hvað að gera og til dæmis það mikið af blöðum sem þeir gefa út, upplýsingar og annað slíkt. Þegar við erum að tala vinnslu, þá er það þessi verkfæri sem eru þá gegnum gangandi í þessu. Það er Woodmeister svona vél, þetta úr Heiðberginni og síðan eru þessar hjólsægir. Þetta eru verkfæri sem þessar sögunarmyllur að nota. Sumar af þessar sögunarmyllum erlendir eru með flóknari verkfæri og meiri vinnslu, en í meginatriðum lagt mikið upp úr því að þetta er bara einföld verkfæri. Þetta er sem sagt einstaklingar sem taka á móti bólum sem að koma út úr skógunum í nærumhverfinu og saga úr þessu og selja. Og það akkúrat það sem ber að taka fram, að þessi samtök sem í þessu, að þeir eru að vinna saman í markaðssetningunni. Þannig að ef þú ert í Svíþjóð, þá getur þú farið inn á heimasíðuna hjá þeim og þar getur þú fundið fyrirtækin og markaðina og þau efni sem þeir eru að selja. Þannig að það ekki flóknara en það. Og þetta akkúrat það sem við Hlynur sjáum að mjög góð tækifæri hjá okkur hér á landi, að ef við búum til svona samtök og setjum upp okkar síður og þar sem við förum inn með upplýsingar vöruna sem við erum að framleiða og annað, þannig að þá geta menn sem vilja kaupa timbur á okkur fengið upplýsingar þetta, gert pantanir eða bara fengið út af lagarnum. Fyrir nokkrum árum síðan þá stofnuðu þeir Svíar, Finnar og Noregur og Danmörk norræn samtök. Síðan gerist það, og það fékk ég vita nú fyrir nokkur dögum síðan, að þessi samtök hafa ekkert fundað og þau raun og veru hafa verið að deyja. Og ég sagði við Svíja því ég var að tala við hann að það flott, þá komum við Íslendingar inn í þetta og ekki þá ágætt að við bara endurvekjum félagið. Og þá var hann hinn kátasti, sko. Því að hann sagði, það sem skiptir náttúrulega meginmáli að við getum endurvakið þessi samtök á Norðurlöndum þannig að þeir verðu til norrænt félag. Því að þegar við erum að sækja upplýsingar og aðstoð og annað frá Evrópubandalaginu og annað slíkt, þá það svo sterkt að vera í þessari norrænu samvinnu. Svo veit að Svíarnir hafa verið að tala við mig það að í næsta haust, ef við verðum búin að búa til þetta hérna og erum konir í gangi, að þá myndum við halda einn norrænan fund í Gautaborg. Þannig að menn eru í alvöru að hjóla í málið. Þeir ætla ekki að láta Evrópubandalagið drepa sig niður þarna í þessu. Og ef þið farið inn á þessar síður hjá þeim, þá sjáum við það alveg hreint hvernig stóru fyrirtækin hafa voða lítinn áhuga á að litlu fyrirtæki sé eitthvað að sprikla. Við hefum góða fulltrúa þarna í hópnum eins og Bent Jensen. Já, ekki spurning. Hann nokkur sem talaði við mig líka. Hann alveg frábær, sko. Nú, það náttúrulega Evrópuverkið ekki að gera þeim lífi leitt eins og sagt er. Ef ykkur leiðist, prentið út þessar reglugerðir sem þarna að ræða og lesa þetta og reynið að skilja þetta.
Og þess vegna það að ég legg til að við stofnum þessi samtök hér á landi. Þetta það sem við þurfum að gera. Það þess að nafnið á fyrirtæki sem kemur inn í þetta, það kennitala, heimasíða og síðan sem sagt ákveðið úttekt af ferill sem á sér stað og þegar við erum að tala Insta 142 þá þetta ekki flókið. Það sem sagt námskeið og sem sem sagt í flokkun á timbrinu og það hægt að taka það bara á netinu og síðan verður annan námskeið, það framleiðslu handbókina og það verður líka á netinu. Síðan á sér stað að það þarf að eiga sér stað úttekt í fyrirtækinu, sem það kemur einhver maður og gerir úttekt, fer yfir þetta hverjir að starfa í fyrirtækinu sem hafa þekkingu á því að styrkflokka timbur og síðan að skráningar séu í lagi þær upplýsingar á timbrinu sem á að vera. Það sem sagt hvaðan kemur bólurinn, í hvað var að sagaður og hvar þessi viður sem var sagaður. Það þessar upplýsingar sem þurfa að vera. Þeir einu sem uppfylla þetta eru skógarafurðir. Þeir eru með mjög góða skráningu hjá sér ég fór yfir gæðahandbókina hjá þeim og alveg virkilega vel gert. Það gott að sjá alveg hvaðan bólurinn kemur, í hvað hann sagað og hvert hann fór. Timbrið sem í honum. Og síðan það sem náttúrulega gert að þessi einu sinni ári þá þarf að koma þarna og gera úttekt á því hvort að hlutinni séu í lagi og starfsmennirnir sem að vinna þarna þeir uppfylli þær kröfur sem verið að tala um. Þetta dálítið skemmtileg mynd. Þetta þess að fyrsta íslenska mannvirkið úr íslenskum burðavíði. Það þessi brú sem var framleidd hjá Limtré og hún endaði þarna niður í Fossvogsdal. Nú síðan náttúrulega sem skemmtilega við það að í daginn hringir Eymundur af Vallanesi í mig og segir við mig að hann eigi hellinga ösp og hann langi til að búa til úr því hús og hvort að það sé hægt. Og ég sagði hann, já, það ekkert vandamál að saga öspina niður og smíða úr því hús, en við þurfum að fá byggingafulltrúan fyrir austan til að samþykkja það. Hann fellir efnið, fer með það á Hallafsstað og þeir saga þetta og ég kem austur og flokka timbrið og fer svo og ræði við byggingafulltrúan fyrir austan og hann samþykkir þetta efni og úr því verður þetta hús. Asparhúsið þarna á Vallanesi. Var ekki greni líka? Það var eitthvað að flækja, jú það rétt, það eitthvað greni sem að flækja þarna. Síðan það sem skemmtilega, það var þetta verkefni sem við fórum í gegnum, það var Limtrés tilraunir. Okkur fannst að það væri nauðsynlegt að gera úttekt af því hvernig íslenskur viður væri, styrkleikinn og annað slíkt. Og við bjuggum til 15 Limtré og fengum Limtré og flúðum til að líma þetta saman og svo brutum við þetta og fengum út úr þessu bara ágætis niðurstöður. Ekki sammála því, Ólafur. Síðan kannski það sem þetta skemmtilega, það þetta verkefnið. Brúin yfir Þjórsá. Þarna tökum við efni úr Haukadalsskógi og sögum það og búum til límtréspita sem voru límtir hjá Limtré og brúargólfið og allt saman. Þetta timbur sem var flokkað Insta 142 í T2 flokk og þetta kom mjög vel út. Síðan núna verið að vinna og klára þetta sem sem sagt Laugarás lagún við Hvítá. Þarna verið að nota íslenska vit í þetta allt saman. Og það verkefni sýnir það að arkitektar, þeir hafa mikinn áhuga á þessu að geta notað íslenskt efni og það kolefnasporið, það náttúrulega skiptir miklu máli. Þannig náttúrulega efnið að koma úr Haukadalsskógi þarna í þessu tilfelli og torfið fengið þarna við Markarfljótið. Þarna sjáum við stæðuna sem Magnús, þú þekkir stæðunar. Þetta gekk bara ótrúlega vel. Þarna sjáum við efni sem kemur frá Bjarka í skógarafurðum. Það þetta efni sem fór í kaldúðunum þarna. Þetta voru 10 kilometrar efni sem hann bjóð til. Síðan það þetta sem áhugamál hjá okkur og það það að endurskrifa staðilinn Insta 142. Þannig að við getum tekið aftur öspina inn í hann. Ólafur Eggertsson að skoða þetta með mér. Þannig að vonandi tekst Ólafur. Danirnir hafa verið að sýna þessu áhuga, sko.
Nú, það sem ég vil enda á þetta bara raun og veru, sko. Að við viljum fá íslenskt timbur. Það bara markmiðið í þessu.